Hingað komið Jóhann Hauksson, blaðamaður, velkominn. Þú ert að senda frá þér bók sem heitir Þræðir valdsins, kunningjaveldi, aðstöðu, brask og hrun Íslands. Og ég spyrði nú bara breiðrar spurningar til að byrja með, utan hvað ertu að reyna að ná með þessu riti? Það orðið býsna langt síðan og raunar löngu fyrir hrun sem að ég fór að gerast mjög tortrygginn sem blaðamaður þegar að í alþjóðlegum samanburði var sýnt að Ísland væri til dæmis hjá Transparency International stofnuninni að þetta væri óspillt land. Reyndar eru mælingar Transparency þannig að það meta sem sagt kennd fólks almennings fyrir spillingu og mér fannst vera það væri sko einhver maðkur í missunni something was rotten in the state of Denmark, það var rotið í Danaveldi. Vegna þess að ég upplifði þetta allt öðruvísi sem blaðamaður og í störfum mínum. Jafnvel þó svo að væri ekki bein sko mútubrot og þess háttar og þess háttar brot, afbrot, lögbrot sýnileg. En engu að síður væri spillingin býsna mikil. En það sem að því að ég nú svona alinn upp í félagsvísindum eins og botnafn, að það kom mér ekkert neitt á óvart að þannig væri þetta vegna þess að spilling, hún fer alltaf í felur. Hún alltaf þögguð, hana ekki talað og ef menn eru farnir að gefa sér ávinninga í einhvers konar aðstöðubraski í stjórnmálum eða í nánum tengslum stjórnmál og viðskipta, að þá nánast fyrirfram gefið að það ríkir launung. Það eðli málsins. Ef að svona kerfi hefur þróast á mjög löngum tíma, að því ég heyrði nú talað sko fjárhagsráðið sem var að útdeila jeppum sko eftir stríð til valinna bænda í klíkuþjóðfélaginu litla sæta, sko þá þetta ekki nýtt sko. Og það spurningin hvernig menn voru tengdir inn í stjórnkerfið. Og þannig að það sem að sko ég vildi komast að og ég var byrjaður að skrifa sko þessa spillingu svo dálítið fyrir hrun sko. En lykilatriði fyrir mér var að árið, eða það sem að vakti mig dálítið til umhugsunar var að árið eða aldamótin, þúsaldamótin í kringum 2000, þá undirritar Ísland samning, fullgildi samning við Evrópuráðið aðild að stofnun sem heitir GRECO. GRECO skammstöfun í raun og veru fyrir nefnd sem starfrætt í Strasborg og fylgist með spillingu í aðildarlöndum Evrópuráðsins. Ef þetta eru vel flest löndin eru það innan. Fyrsta skýrslan sem var gerð Ísland eftir þessa fullgildingu kom strax árið 2001 og aftur árið 2004 og það eru sjálfsagt fæstir sem vita það að GRECO eða ein af skýrslum GRECO á býsna mikið þátt í því að á endanum voru stjórnmálaflokkana stokkuð upp. Þetta vita sjálfsagt. Þetta var krafað utan. Þetta var krafað utan. En strax árið 2001 kemur þessi lykil athugasemd og það svo merkilegt að fjölmiðlar fjölluðu ekkert þessar skýrslur og jafnvel þótt að það kannski ekki nema von meiri segja sko stjórnkerfið stjakaði þessu til hliðar og þýddi ekki einu sinni sko skýrslurnar fyrir almenning eins og krafan eins og ákvæði voru í samningnum, GRECO-samningnum sko. Það var ekki einu sinni gert sko. Stjórnkerfið stóð sig ekki einu sinni í því sko. Þetta var óþægilegt. Og strax þarna upp úr aldamótunum þá kemur þessi sem sagt athugasemd að á tímum mikillar einkavæðingar eykst mjög hættan á spillingu. Það vegna þess að þá stækkar mjög mikið gráa svæðið á mörkum almannahagsmuna og einkahagsmuna eða sérhagsmuna. Ef að mörkin á milli almannahagsmuna og einkahagsmuna eru með einhverjum hætti gerð þokukennd eða strokuð út
að þá myndast þar hópur eða það sogast að því eins og mýjað mykjuskán einhver hópur sem að reynir að hafa hag af því og fylgir sínum sérhagsmunum þar. Erlend bandarísk kona sem heitir Janine Weddell sem að ég vitna dálítið í, hún kallar þessa menn sveigumenn eða flexians, ég kalla það sveigumenn. Flexians, já. Vegna þess að þeir endur skilgreina almannahagsmuni og sérhagsmuni og samræma almannahagsmuni og sérhagsmuni og eyða mörkunum þarna á milli og hagnýta sér þetta. Hugsum okkur bara þetta, að á hverju einasta ári sogar ríkið og sveitarfélögin í landinu til sín eina 600-700 milljarða af þjóðarframleiðslunni sem endur útdeilt til velferðar eða til framkvæmda og hvaðina. Menn verða að vera vel tengdir til þess að komast að verkefnum. Og ef að kerfið ekki réttlátt og innbyggt inn í það hlutdrægni frá gamalli tíð, svolítið eins og Stefán Jón kom aðeins inn á, að þá eiginlega voðinn vís. Það eru stöðuveitingarnar, gera það að verkum að það fyrst spurt hollustuna við flokkinn, ef það þarf að ráða bílstjóri eitthvað ráðuneyti, fyrst spurt hollustu við flokkinn. Þú nefnir nú Gunnar Helga Kristinsson sem talaði að hvað það var helmingur af stöðuveitingum hjá ríkinu sem voru á einhverjum eitthvað nálægt því, Þá fyrst spurt hollustuna við flokkinn og svo spurt hvort hann hafi bílpróf. Þetta nú svona einföld bara til að taka einfalt dæmi. En þegar að sem sagt búið að má út þessi mörk og þá komið þá ég og hver annar borgar í einhvers konar þoku. Það eru aðrir en ég sem hafa kallað svona spillingu blóðskammartengsl. Það írskur blaðamaður kollegi minn sem hefur skrifað mjög fína bók sem heitir hún heitir The Ship of Fools. Hann notaði þetta Jan Gerritsen sem kom hér í þáttinn tvisvar, held ég, hollendingur sem var búið. Nefnilega, ég heyrði þetta fyrst frá honum, að hann hefði talað blóðskammartengslin í íslensku samfélagi. Þetta býsna gott orð vegna þess að hvað gerist með blóðskammartengslum? Það þegja allir, líka þolendur. Þess vegna orðið gott, það auðvitað notað incestual eða sem sagt relations eða það að segja blóðskammartengsl en einkennið auðvitað að það allir sem þegja. Það þöggun þetta. Ef einhver hefur hag af því, ef einhver hefur keypt sér áhrif, eins og ég kem að í einu kaflanum, ég bókstaflega sýni fram á það að það óhugsandi að stór framlög frá FL Group og Landsbankanum fyrir árið 2006 upp á 55 milljónir til Sjálfstæðisflokksins til dæmis hafi komið bara himnum ofan og verið í einhverju tómarúmi. Það algjörlega óhugsandi. Þú segir að þetta hafi tengst því að orkulindirnar menn voru að fjalla eignarhaldið og nýtingu orkulinda. Það var alveg. Það var það sem þeir ætluðu að fara í. Þeir vildu komast í arðinn og það kapitalistar meiga það alveg. Þeir meiga það alveg. En ef að stjórnkerfið spillt og það búið að gefa öllum frelsi og í einhverju hugmyndafræði sem segir að markaðurinn leiðrétti sig alltaf sjálfur og það út af fyrir sig eitt sem mjög merkilegt atriði og ég staldraði við þegar Eva Jolie sem líka hefur komið hingað í þáttinn til þín að þegar hún var hérna og ég einnig í bóka sinna þá bendir Eva Jolie á að það að frelsinu verður ef að gefið öllum gefin laus taumurinn í viðskiptum og svo framvegis, þá verður að fylgja gagnsæi. Og gagnsæi forsenda þess ef að ræða ógagnsæi og frelsi, þá það gróðrast í að afbrota. Þú nefnir nú ýmislegt fleira í þessu, þú nefnir giftarmálið, sem dæmi, þú nefnir kögun sem dæmi sem svona eldra mál og þú verður alltaf miklum tími að fjalla viðskiptin á Suðurnesjum þegar menn voru að skipta restin af gósinu sem herinn skipti eftir. Já, það notað til þess að varpa ljósi á þetta sem ég var að segja áðan
að þegar að sko mörkin á milli almannahagsmuna og sérhagsmuna verða mjög óljós í einhverju valdaneti. En það svo auðvelt á Íslandi að afvegaleiða almenning. Já. Og hefur verið það, ég meina, ég veit ekki hvort það vegna þess að sérhagsmannagæslan svona sterk og þú nefnir reyndar að það sé mjög auðvelt á Íslandi, menn séu duglegir við að matreiða eða setja skrímu skynseminnar á sérhagsmannina. Já, við þetta hef ég staldrað og ég verð að segja eins og að þegar að ég las á endanum rannsókn sem að danskur prófessor gerði í Álaborg, Bent Flyberg heitir hann sem ég vitna mikið til. Hann gerði rannsókn í Álaborg fyrir löngu síðan þar stóð til að endurnýja alla miðborgina. Byggja nýja strætóstöð og þvíumlut. Margir höfðu mikill að hagsmuna gæta, almenningur, verktakar og svo framvegis. Og síðan umhverfismat og guð má vita hvað. Það sem að Flyberg gerði, hann talaði hvern einn og einasta, sko, þú veist, þá sem að ráku verslanir á svæðinu, við borgaryfirvöld, við verktakana sem gátu haft hagsmuna gæta og svo framvegis. Hann komst mjög fljótlega að því að það væri algjörlega tilgangslaust að segja eitthvað að viti þetta með því að skoða opinbera skýrslur. Vegna þess að það sem að sagt opinberlega að séu almannahagsmunir og í þágu almennings, að það bara dulbúningur fyrir sérhagsmunir mikið til. Þetta bara bókstaflega niðurstaða hans og hann segir að skynsemin, sem heitir á fínu máli á ensku rationality, skynsemi, hún víkur alltaf fyrir valdinu. Valdið sem hreiðrar sig í klíkuskap eða kunningjaveldinu, menn nota réttlætingar og kippa að geðþótta inn alls konar rök úr skýrslum til þess að segja við almenning að þetta í ykkar þágu. En verða ofboðslega færir í þessu. Mjög færir í þessu. En þá erum við komnir að fjölmiðlunum og þú gaggrínir þá, og ég held að þú gaggrínir sé algjörlega makleg, að fjölmiðlarnir hafi ópererað svo mikið á skilmálum valdsins. Já, sko, þetta krefst talsvert svona djúprar greiningar. Ég ekki komin á leiðarenda. Nei, en þetta þarna þér þykir þetta nógu mikilvægt til að þetta í inngangi bókarinnar. Já, ég fjalla býsna mikið til dæmis gjafir í þessari bók. Það heilt kafli gjafir. Vegna þess að öll samfélög, síður samfélög, setja reglur og þak á hvað megi teljast gjafir. Það ekkert að út í loftið. Vegna þess að menn kaupa sér aðstöðu, menn kaupa sér, það semst það kallað, sem menn kaupa, gott og vel, aðstöðu brask? Jú, þetta aðstöðu brask og kaupa sig inn í verk eða eitthvað því líkt og þess áttar. Og þar með myndast svona tengsl, menn af því að Stefán Jón talaði höfðingjaveldi, að sko, þetta miklu meira svona félagsfræði heldur en hagfræði, að heimspekilegt í eðli sínu þess vegna líka, en með gjöfum, að þegar að menn veita eitthvað af einhverjum auði sem þeir hafa kannski sumir hverjir sankað að sér á ólögmætan hátt, að þá geta menn skapa sér orðstýr velvildar og menn skapa sér stuðning fólks og hollustu. Og þegar að menn fara að nota ríkissjóð, almannafé, til þess að kaupa sér hollustu við flokk, þá heitir það bara spilling. Jón Þorláksson af öllum mönnum, stofnandi Sjálfstæðisflokksins, hann fjallaði árið 1928 í bráðmerkilegri grein í Verði spillingu. Þá var hann að tala Hriflu Jónas sem var að olboga sig áfram og sem sagt koma sínu fólki inn í stöður. Ég geti vitnað í það sem hann sagði á blaðsíðu 12 í inngangi. En Jón Þorláksson, stofnandi Sjálfstæðisflokksins, segir eftirfarandi: Það gott að vera vinur sinna, ekki nema loflegt.
að skólastjóri sýni lærisveinum sínum rausn eða flokksforingi fylgismönnum eftir sinni getu. En takmörk eru dregin milli hins leyfilega og óleyfilega í þessu sem öðru. Af eigin efnum eða með frjálsu fengnu fé verður lausnin að ljúkast svo að leyfilegt sé. Lyklar að ríkis féhirslunni eru engum fengnir til þess að sækja þangað vinargjafir eða fylgdar laun. Ég er ekki viss um það að þegar að stjórnmálastéttin núverandi, meðal annars í Sjálfstæðisflokknum, af því ég nefni hann af því að hann hefur náttúrulega verið mestanpart við völd, 75% lýðveldistímans. Ég er ekkert viss um það að Jón Þorláksson hefði líka mjög vel það sem hann sá árið kannski 2003 þegar menn voru að skaffa sér eftirlaun í krafti aðstöðu sinnar. Ég er ekkert viss um það. Nei. En þetta er fyrir bókin þín, Jóhann, og við komumst ekki lengra með þetta núna en hún ætti að vera komin í bókabúðir, Þræðir valdsins. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir. Takk fyrir að horfa.